Í nýrri bók sem Bjarni Harðarson, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, hefur skrifað, segir hann frá baktjaldamakki innan flokksins og segist einnig hafa fengið hótanir þegar hann barðist gegn því að Framsókn færi í áframhaldandi samstarf við sjálfstæðismenn eftir síðustu kosningar. Við heyrum í Bjarna hér á eftir en hann sakar Jón Sigurðsson, fyrrverandi formann Framsóknarflokksins, að hafa gengið á bak orða sína vegna þrýstings nokkura flokksmanna. Bjarni Harðarson, fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, dregur upp nöturlega mynd af baktjaldamakki stjórnmálanna í nýrri bók sinni Farsældar frón. Bjarni sakar ónefnda aðila innan flokksins sem hafi haft beinan hag af áframhaldandi stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn að standa í hótunum við sig þegar hann barðist gegn slíku samstarfi. Bjarni sakar Jón Sigurðsson, fyrrum formann flokksins, að ganga bak orða sína vegna þrýstings frá þessum ónefndu mönnum. Helgi kíkti í nýja bók Bjarna og ræddi við höfundinn. Bjarni Harðarson var kjörinn á þing í síðustu alþingiskosningum fyrir Framsóknarflokkinn. Hann sagði af sér þingmennsku nýverið vegna tilraunar sem hann gerði til að koma bréfi þar sem Valgerður Sverrisdóttir, varaformaður flokksins, var harðlega gagnrýnd og átti að fara til þingmannaflokksins í hendur fjölmiðla. Í bók sinni gerir Bjarni upp við nokkur mál frá þingmannsferli sínum. Hann fer þar hörðum orðum fyrrum formann flokksins, Jón Sigurðsson, sem Bjarni segir að hafi gengið bak þessara orða sinna sem féllu þegar sögulegt tap Framsóknarflokksins lá fyrir í kosningunum. Við hljótum að víkja til hliðar eftir þetta fylgitap. Mér og mörgum í grasrótinni þótti í rauninni einsýnt að við stæðum upp frá ríkisstjórnarborði. En margt af því sem á eftir kom þar kom mér mjög óvart. Aðrir þingmenn ætluðu að fylgja sér að baki formanninum í þessu máli. Ég treysti mér ekki til þess. Af ástæðum sem ég skýri þarna í bókinni og þó sérstaklega vegna þess að þarna stóð til sem að ég taldi algjörlega ófæra leið að tryggja mönnum sæti inn á löggjafarþinginu sem að kjósendur höfðu hafnað. Bjarni segir að þrátt fyrir þetta og yfirlýsingar Jóns hafi Jón skipt skoðun á næstu dögum og tekið stefnuna á áframhaldandi ríkisstjórnarsamstarf. Bjarni segir að hugmyndir Jóns með stuðningi þingflokksins og raunar fyrrum þingmannaflokksins hafi snúist að hann tæki sæti í ríkisstjórn auk Jónínu Bjartmars sem hafði fallið á þingi ásamt Jóni. Var það þannig að þú hótaðir á þessum tímapunkti að segja af þér þingmennsku? Ég hótaði því ekki. Ég bara bauð einfaldlega flokknum það að ef að vandamálið við það að mynda þessa ríkisstjórn væri ég. Ég var alveg tilbúin til að sleppa þessum stól. Miklu frekar heldur hann að taka þátt í því að Framsóknarflokkurinn framlengdi líf þessara ríkisstjórnar með þessum hætti. Bjarni segir Jón hafa breytt skoðun vegna þrýstings frá því sem Bjarni kallar flokkseigandafélag Framsóknarflokksins. Hóp fólks utan og innan þingflokksins sem tengdist Halldóri Ásgrímssyni. Þessi hópur hafi haft tvennt í huga, að koma í veg fyrir að Guðni Ágústsson yrði formaður og að flokkurinn misti ekki völd. Þú ert þarna að tala er það ekki, til dæmis fólk sem að stóð nærri Halldóri Ásgrímssyni á sínum tíma, Valgerður Sverrisdóttir til dæmis. Já. Ég að tala fólk sem búið að vera þarna mjög lengi í trúnaðarstörfum fyrir flokkin, í baksveit í flokknum, ég nafngreini suma í bókinni. Í bókinni segir Bjarni einnig frá því að hópur tengdur Halldóri sem þó hafi ekki verið skipaður þingmönnum hafi hótað honum þegar hann barðist gegn endurnýjun stjórnarinnar og áframhaldandi valdastöðu flokksins. Bjarni nefnir eitt nafn í bókinni, nafn Atla Ásmundssonar, starfsmanns flokksins, sem fært hafi honum skilaboð frá þessu sama flokkseigandafélagi að standa ekki í vegi fyrir því að flokkurinn héldi völdum. Mér var ekki hótað persónulega neinum afarkostum, en mér var hótað því að afleiðingarnar af þessu yrðu slíkar fyrir Framsóknarflokkin sem var langt umfram það sem nokkur efni voru til. Og þessi afskipti, og þetta var þessi flokksvél sem ég hef talað þessi afskipti hennar af í rauninni ákvörðun kjörinna fulltrúa í mínum huga í hæsta máta óeðlileg og í rauninni það alvarlegasta í starfi flokksins sem hefur grafið undan honum og eyðilagt hann á undanförnum árum. Jón Sigurðsson afskaplega mætur maður og ég kann vel við hann að mörgu leyti. Ég vil ekki persónu gera þetta í honum einum. Eins og ég segi, ég held að þetta sé miklu meira það að flokknum þarna stjórnað af baksveit sem gagnvart kjósendum allavega meira og minna nafnlaus og sú baksveit hefur talið sig hafa umboð til að stjórna kjörnum fulltrúum flokksins. Ég held að þetta sé því miður ekki einsdæmi í stjórnmálum á Íslandi, en þetta mjög bagalegt. Þetta í raun og veru að mínu viti vítavert.
Þú segir nafnlaus gagnvart kjósendum. Af hverju kemur þú þá ekki fram og segir okkur hverjir þetta eru? Ég kann ekki að nefna alla þessa menn. Ég get ekki bara tekið þá sem að ég hringdu í mig eða bara þá sem En hverjir hótuðu þér? Byrjaðu að segja okkur það. Ég segi nafn eins af þeim inn í bókinni. Ég ætla að láta það duga. Það eru menn í viðskiptalífi, það eru menn sem eru algjörlega utan við það en hafa aftur á móti í skjóli embætta fyrir flokkin í mjög langan tíma hafa þessa stöðu. Ég held að það sé ekki hægt að greina þá þannig eftir stéttum og ég hef ekki farið út í þær greiningar og hvort þeir hafi haft fjárhagsleg tök. Þeirri spurningu verða aðrir að svara. En heldur þetta hafi verið menn sem hafi haft, séð fram á það að tapa á því að Framsóknarflokkurinn yrði ekki við völd? Já. Ég held að það sé alveg skýrt að það er í þessum hópi sem vill og telur sig að ráða Framsóknarflokknum og hefur kannski allt og lengi ráðið honum að þar er þessi skoðun að verða að halda flokknum og helst að halda flokknum við völd hvað sem það kostar og þetta hefur verið Framsóknarflokknum mjög dýrt. Þú ert ekki að lýsa neinu öðru hérna heldur en bara mjög alvarlegri spillingu og saka flokkssystkiniðin um það? Já, það er þitt að leggja út úr því.